Komið sæl. Ég heiti Soffía og ég er hópstjóri veflausna hjá TN Software og kynningi mín heitir Með vefinn í vasanum. Og er stutt efnisyfirlit yfir það sem ég ætla að fara yfir. Ég ætla að byrja á því að kíkja á smá statistík yfir snjallsímana, skoða áhrif snjallsíma á hegðun og líf fólks og svo ætla ég að velta upp spurningunni sem allir að spyrja sig það í dag, hvort er ég að vera með mobile vef eða hvort er ég að þróa app fyrir þau verkefni sem að þeirra notendur þurfa að leysa. Ég ætla að fjalla stuttlega íslenskar lausnir á appmarkanum og sýna ykkur nokkrar tölur sem ég tók saman yfir það og að lokum fari við nokkuð verkefni og dæmi yfir það sem TN Software hefur verið að vinna í þessum geira. Byrjum á statistíkinni. Það hafa fáar rannsóknir verið gerðar á Íslandi snjallsímaeign og snjallsímanotkun og þær tölur sem við eigum þær eru frá 2010 en MMR gerði könnun í nóvember á því ári eign snjallsíma meðal Íslendinga og það kom í ljós að það voru 43% notenda sem áttu snjallsíma. Hagstofan gerir á hverju ári könnun notkun tækja og netnotkun Íslendinga og það vantar sárlega að bæta við þessari statistík í þá könnun. Og ef við skoðum heiminn, að þá hef ég sett upp súlurit yfir þau lönd sem eru kannski hvað mest að nota snjallsíma og ég seti inn Ísland með gulu, því að þetta er aðeins eldri tölur við höfum yfir Hinlandin. Þessar tölur þarna eru frá því bara áramótin 2011. En þarna kemur ljós að bæði Bretland og Spánn eru kominir yfir 50% í snjallsímaeign, þar segja af öllum farsímum sem eru í gangi í þessum löndum, að þá er meirinn helmingurinn komið snjallsíma og Kanada, Ítalía og Bandaríkin fylgja fast á eftir með yfir 40% og Ísland var með 43% þarna í lok árs 2010 og það er nú allir líkur til þess að þessi tala sé talsvert hærri í dag. En hún Margrét Stefánsdóttir sem er upplýsingafulltrúi hjá Símanum hafa vitnað í hana á mbl.is 5. janúar á þess ári, þar sem að hún sagði að sala á farsímum fyrir jólin, af sölu á farsímum fyrir jólin, þá voru 67% símana snjallsímar. Þannig að það eru talsverðar líkur á því að Ísland sé komnir langleiðin upp í 50% ef ekki meira. Þannig að við erum klárlega mjög framalega í því að eiga snjallsímana. Það er líka mjög nauðsynlegt að kíkja á hvaða framleiðendur eða stýrikerfin sem er í gangi á þessu markaði og hérna er listi yfir markaðshlutdeild framleiðenda á stýrikerfum. Þetta eru tölur frá því í desember 2011, svo borið saman við tölur frá því mars núna 2012 og þá kemur í ljós að Google Android stýrikerfið það er í verulegri sókn og er með stærstu markaðshlutdeildina. Eru komnir upp fyrir 50% en í 51% og það var aukning upp á 3,7% frá 3 mánaða tímabili þarna á undan. Apple kemur þar á eftir og þetta eru þeir tveir framleiðendur sem eru að auka við sig á meðan hinn annarkvort standa í stað eða eru að missa markaðshlutdeild. RIM er sem sagt framleiðandinn á BlackBerry og Microsoft er með Windows stýrikerfi og Symbian er stýrikerfi sem hefur verið notað í mörgum Nokia símum. Ef við skoðum síðan tækin sjálf og framleiðendur á tækjónum að þá er Samsung alveg klárlega sá framleiðandi sem er í hvað mestri sókn. Þeir voru að taka fram úr Nokia núna. Þessi frétt birtist bara í síðustu viku inn á www.b.is og þeir eru komnir upp fyrir Nokia í markaðshlutdeild á farsímum hvort sem að markaðurinn skoðar fyrir alla farsíma og líka fyrir snjallsímana. Og Samsung er komið með 30,6% markaðshlutdeild. Þeir eru náttúrulega með breiða lína símum, þeir eru ekki bara með eina tegund. Og Apple er í 24,1% fast á eftir með iPhone. Skoðum núna aðeins bara hvernig snjallsímarnir hafa verið að breyta líf okkar og hvað er í gangi. Við þurfum ekki nema að líta rétt á vefmiðlana, hérna eru bara nokkra fréttir frá síðustu 2 vikum, það hvað er að gerast í þessum heimi, að koma fréttir, gríðarlega reglulega, nýja tækni, nýjar lausnir sem sýna okkur hvað snjallsímarnir geta gert og hvað þeir eru að færa okkur. Við erum á þeirri leið að skipta át veskinu fyrir snjallsímana.
Heimabankarnir eru komnir í snjallsímana og bækur og lestur og dreifing upplýsinga að gjörbreytast. Mér langar kannski til að deila aðeins með ykkur minni snjallsímaeign. Ég eignaðist fyrsta Android síma minn árið 2009 og það var HTC Hero sími. Og þá var ég búin að eiga alls konar tegundir af svona smart símum, bæði frá Microsoft og fleirum, líklega frá 2002. Þannig að símarnir, hann talsveit langt síðan þeir komu til skjalana, en það eiginlega ekki nema svona síðastliðin 2 ár sem að forritin og lausnirnar hafa verið að taka þvílíkum framförum. Og svo hefur það náttúrulega breytt líka miklu að símarnir sjálfir eru núna bara hagkvæmari. Það eru ódýrar að kaupa þá og þeir hafa verið gerðir aðgengilegir almenningi. Þessi mynd er tekin 20. ágúst á síðasta ári, daginn sem maraþonið var í Reykjavík. Þetta var einmitt daginn eftir að ég keypti mér Samsung Galaxy síma minn og TN Software þróaði lausnina hlaupastyrkur.is sem er áhættakerfi til að safna áhættum í maraþonhlaupinu. Og við settum saman lið og hlupum í maraþoninu og söfnuðum tæpum 150.000 krónum fyrir krabbameinssjúk börn. Og mér fannst ég bara þurfa að fara út í búð daginn áður og kaupa mér hennar síma af því að ég ætlaði að nota raunkeeper til að mæla frammistöðuna og hvernig mér gekk í hlaupinu. Og ég hafði ekki hlaupið í fjöldamörg ár, þannig að þetta ýtti mér af stað. Og síðan þá er ég búin að nota raunkeeper mjög reglulega, bara til að hjálpa mér í því að breyta mínu lífsstíl og í hreyfingu og við halda góðri heilsu. Og þetta er bara svona dæmi það hvernig lítil lausn í snjallsíma getur haft áhrif. Mér langaði síðan að fara yfir með ykkur dagur í lífi Galaxy síma minns. Þar sem að ég ætla að taka daginn í gær sem dæmi og renna yfir bara nokkur atriði sem ég gerði. Ég er náttúrulega ekki rosalega venjuleg, ég sef á símanum og fyrsta myndin sem ég sjá þarna að hún er app sem heitir Sleep as Android. Hann sem sagt mælir svefngæði mín og hann er í rauninni vekjaraklukka í leiðinni og hann mælir hreyfingar í rúminu og hann tekur upp hljóð sem að fara upp fyrir 40 decibel. Þannig að ég get alltaf tjekkað hvort ég tali í svefni og svo stillir vekjaraklukkan sig eftir þessu og passar að vekja mig þegar ég er í draumsvefni en ekki í djúpsvefni. Og þar að leiðandi er ég miklu hressar á daginn, þannig að þetta er orðið alveg lífsnauðsynlegt forrit. Næsta myndin er síðan vekjaraklukkan sem náttúrulega vekur mig og það er bara síminn í dag. Það var mjög viðamikill dagur hjá mér í gær, ég þurfti að skreppa út fyrir landsdeluna og fór út á Keflavíkurflugvöll eldsnemma, byrjaði að taka bensín. Ég reyndi að nota ekki enn einn appi til að borga bensínið, en ég kíkir stundum á yfirlitið hvað ég er búin að vesla. Og þarna er kannski svona dæmi app sem er að leysa ákveðin verkefni ágætlega, en það eru til aðrar leiðir til að gera það betur og bensínlykillinn er hreinlega bara hraðvirkari. Síðan þurfti ég að sækja kollega minn í Suðurhús í Grafarvogi og ég fletti því upp á kortinu og keyrði samkvæmt því og sótti hana. Ég fór út á flugvöll og ég var búin að innrita mig í símanum með veflausninni frá Icelandair og það var frábært, það bara opnuðist allar dyr við það. Ég þurfti ekki lengur að ganga með slifsið sem er alltaf með boardingpassan. Þetta er örugglega eitt af mest óþolandi verkefnin kvenna að vera með síman og veskið og passan og boardingkartið og vera alltaf að gramsa öllu að leita þessu. Þannig að nú gat ég bara verið með síman og þetta virkaði svona ljómandi vel bæði heima og út á Heathrow. Í flugvélinni skrifaði ég niður nokkur nótur út af þessari kynningu í dag og þetta var í lendingunni. Ég mátti ekkert vera að nota tölvuna, þær tók eftir því, þannig að ég bara svissaði yfir á síman. Síðan hafði ég náttúrulega aðgang á öllum póstunum mínum, bæði persónulega póstunum og vinnupóstunum. Það er skjámyndin lengst í vinstri niðri. Kalendarinn mitt synkar persónulegu dagbókina mína og vinnudagbókina. Ég tjekkaði mín á Twitter þegar ég var í lánsinum til að monta mig.
Annars nota ég Twitter ekki lengur neitt mjög mikið, sko. Þetta kannski svona, það svona helst á ráðstefnum eins og hér. Ég ætlaði að segja Foursquare, fyrir ekki Twitter. Það svona helst á ráðstefnum eins og hér þegar ég vil vita hverjir í húsinu. En til að byrja með þá nota ég þetta app alveg gríðarlega mikið að láta alla vita hver ég væri. Mér finnst það ekkert mjög spennandi lengur, sko. Þannig svona dæmi hvernig notkun á appi kannski minnkar eftir því sem lengra líður frá því að maður sótti það. Ég les fréttirnar reglulega á vefmiðlunum og yfirleitt upp í rúmi á kvöldin áður en ég fer að sofa, tékka aðeins á Facebook og spila svo leiki og áður en ég sofna út frá símanum og set Sleep as Android í gang. Þannig að þetta kannski endurspeglar líka bara hvar fólk að nota snjallsímana og eru tölur það. 67% notenda að nota snjallsímann upp í rúmi, tæplega 20% á baðherbergi og 47% meðan þeir að bíða og þetta eru glærurnar inn á slides þegar þið getið sóttar, þannig að ég ætla að skauta hratt í gegnum þetta en basically þá fólk að nota snjallsímann út allt. Og það að leysa alls konar verkefni með þessum símum, bara eins og við sáum dæmi maðan. Og þetta mest nota fyrir persónulegan tölvupóst. Nálgast veður hefur vaxið líka mjög mikið og að nálgast eða farin á samfélagsmiðlana. Það sem að mér finnst líka áhugavert í þessu og hefur aukist alveg gríðarlega mikið að það leit í gegnum móbæl. Þannig að fólk að leita sér efni og upplýsingum beint í gegnum símann sinn í auknum mæli. Það hefur vaxið þarna 28%. Og til þess að okkar upplýsingar séu aðgengilegar fólki, þá þurfum við að finnast í slíkri leit. Og þetta öllu jöfnu venjulegar vefsíður sem að leitavélarnar indexa og við þurfum þá að hafa í huga að vefirnir okkar séu aðgengilegir á þeim tækjum sem að fólk að nota til þess að skoða þá. Mér langar líka bara aðeins að varpa þessu upp að SMS-um að fækka mjög mikið. Aftur tölur frá símanum. Ég held að sé ágætt að taka dæmi til að mynda SMS-sendingar áramót. Það svona viðburður þegar margir senda SMS og kveður til vina og ættingja. Og síðustu áramót þá fækkaði þessum SMS-um 25% með við árið áður. Og sem sýnir að fólk í auknum mæli að nota samfélagsmiðlana meira til þess að senda út kveður heldur en SMS. En á sama tíma og SMS-um að fækka þá gagnaflutningur kerfin að aukast gríðarlega mikið. Það líka gaman að horfa aðeins til framtíðar og spá í hvers konar lausnir eru væntanlegar. Og ég spái því að verslun í gegnum farsíma eigi eftir að aukast gríðarlega á næstu árum. Hérna dæmi af verslun. Maturverslun, þetta Tesco setti upp svona verslanir í Seúl í ágúst í fyrra. Þetta í rauninni bara virtual hillur á undergroundstöð. Þetta eru bara myndir af vörum í svona upplýstum hillum. Þetta lítur nánast út fyrir eins og svo lappar fólki bara með tækið og skannar hlutina sem vill kaupa og þegar það kemur heim að þá eru vörurnar komnar eða væntanlegar. Þetta náttúrulega algjörlega briljant. Og það má alveg sjá fyrir sér að verslun mun ekki bara fara fram í gegnum vefsíður eða netverslun, heldur getum við í rauninni verið með auglýsingar og birtingar í hvaða miðlum sem og boðið upp á svona verslanir. Það líka fullt af snjöllum markaðsherferðum í gangi. Hérna dæmi markaðsherferð frá Starbucks í kringum Valentínsdaginn. Og hérna dæmi app sem að mér finnst henta oft ágætlega í svona skilgreindar markaðsherferðir sem hafa ákveðin líftíma. En þessi herferð gekk út á það að þú settir myndavélina appið upp að kaffibollanum að þá komi svona hjörtu dansandi upp úr. Þetta svona augmented reality eins og það kallað. Það sýnir ykkur eina verslun í viðbót sem að tengdist líka Valentínusardeginum en þetta var í Singapore. Núna í febrúar
Og þarna eru stór auglýsingaskilti sem eru að selja karlmönnum gjafir til að kaupa handa konunum sínum. Einmitt bara í gegnum barkóða og og þetta eru skemmtilega tilraunir sem eru í gangi. Ég held að við eigum eftir að sjá meira af þessu. Nú ætla ég að koma að þessari stóru spurningu. Hjá Chainssoft þetta er örugglega svo spurning sem við verðum hvað mest vör við í dag. Við erum að vinna náttúrulega veflausnum daginn út og inn og það er allir að vakna til lífsins varðandi með mobile. Mobile er náttúrulega búið að vera til staðar í áratug, sko. Ég man eftir mobile-vef sem ég var að smíða 2001 og hann bara virkaði fínt. Og en það er allir að spyrja, sko, á ég að gera vef eða á ég að gera app? Og þetta debat er búið að vera í gangi alveg í talsverðan tíma og það er ekkert að fara að hætta. Þetta var mjög heitt topic í fyrra og þetta mun alveg verða aðeins áfram. Það sem mér finnst að við þurfum að hafa í huga í dag, eins og ég sagði að mobile-vefurinn er svo sem búin að vera aðgengilegur í fleiri ár. En það eru allir vefir í dag farsímavefir, hvort sem okkur líkar það betur að verð. Þeir eru aðgengilegir í gegnum síman okkar. Og þetta snýst svolítið það hvernig viðmót við ætlum að bjóða notendunum upp á í gegnum farsíman. Og lágmarkskrafan mínum að þetta er svo að þeir þurfa að vera aðgengilegir og nothæfir. Og það eru tvær meginleiðir í boði þegar kemur að því. Það er annaðhvort það að vera með sérstakan farsímavef sem er best, það er sérstaklega fyrir tæki með litla skjái og keyrir hugsanlega okkur í sér léni. Og svo er hann líka í boði að vera hreinlega bara með einn vef sem aðlagar sig eftir mismunandi tækjum, til dæmis tækjum með litlum skjám. Ef við berum saman appsnotkun og vafranotkun sem er notuð til þess að nálgast efni og upplýsingar. Þá er ég ekki að tala app sem eins og svefnappið mitt, heldur bara til þess að sækja upplýsingar. Að þá er notkunin svipuð. Þeir sem nota vafrar eru 2% fleiri heldur en þeir sem nota app fyrir upplýsingar. 36,4% nota vafra, að meðan 34,4% nota app. Og þá er ég að tala kannski app eins og fyrir fréttaveitur eða slíkt. Fleiri skoða einmitt fréttaveitur í gegnum vefi heldur en forrit. Og þetta eru tölur sem að bera saman janúar 2010 og 2011. En það gríðarlega munur þarna milli og jafnvel þó að appin hafi hugsanlega dreigið eitthvað á það og þá er þetta ennþá í meirhluta. Ef við fyrir síðan að skoða notkunina á vefsvæðunum versus appin, að þá eru þeir sem eru með app, að þeir eru tryggari notendur. Þeir eru líklegri til að koma oftar inn á vefina eða inn á veiturnar og þeir eru 71% líklegri til þess að nota appið meira en einu sinni í mánuði og 25% líklegri til þess að nota meira oftar en 10 sinnum í mánuði. Og þetta er alveg skiljalegt. Þarna er notandinn búinn að ákveða það að fá fréttir frá tiltekinni veitu. Á meðan þeir sem eru að fara inn á vefi, og það er meiri traffík inn á vefi, að sú traffík er hugsanlega verða til einmitt í gegnum mobile leit eða í gegnum einhverja inbound triggera eða markaðs aðgerðir sem verða til þess að draga umferð inn á vefinn og það getur verið leit eða einhver markaðssetning eða linkar á öðrum vefsvæðum. Áhugaverðar fréttir sem kom í gær varðandi Financial Times, þeir eru að fara að loka iPhone appinu sínu og þeir eru búin að skipta því algjörlega út fyrir vefapp. Og þetta vefapp er í dag optimaliserað, sakið slettuna, fyrir iPhone og iPad, en þeir eru líka með mobile útgáfur sem virkar vel á öðrum tækjum. En þeir hafa tekið þá ákvörðun að loka appinu algjörlega, það er talsvert síðan þeir fjarlægðu appið úr App Store búðinni og nú ætla þeir að hætta að styðja notkunina á því. Þeir leyfðu þeim sem voru búin að sækja nota það áfram, en þeir ætla að hætta notkun á því.
Aðrar áhugaverðar tölur sem við þurfum að hafa í huga að það eru mjög margir sem sækja upp en nota þau bara einu sinni og þetta hlutfall að hækka. Þetta hefur vaxið frá því í janúar 2010 bara til sama árs og þannig þetta 26%. Þannig að við þurfum að hafa í huga þegar við erum að bjóða okkar viðskiptavinum upp á app að þau séu að uppfylla kröfurnar og gæðin sem að notendur fara fram á og hafa væntingar Það eru líka mikil notendaafföll við notkun á appum. Ef við skoðum 12 mánaða tímabil yfir sótt upp að þá eru þeir notendur sem sækja app á ákveðnum tímapunkti 12 mánuðum seinna eru 4% þeirra notenda ennþá að nota appið. Og þetta eru tölur bara frá því núna október 2011. Tæpum aðeins á kostunum fyrir farsímavefi. Þeir finnast við leit og eru aðgengilegir í gegnum leitavélar. Notendur þurfa ekki að hala þeim niður eða sækja á sérstaklega. Við erum ekki að gera upp á stýrikerfi á símum, en við þurfum vissulega að hafa því í huga að styðja þá vafra sem í boði á mismunandi stýrikerfum. Uppfærslurnar eru í rauninni auðveldari og tíðari fyrir þá sem að þróa lausnirnar og notendurnir verða ekki varir við að það þurfa að uppfæra appið sérstaklega, eða vefinn sérstaklega. Og vefirnir eru góðir til að draga að það sem við köllum inbound traffic og nýja notendur. Kostirnir við apps eru þeir helstir að þeir samlaðast símanum betur. Þeir geta nýtt sér menjukerfið eða leiðarkerfið inn í símanum sem dæmi. Þeir eru mjög hraðvirkari fyrir statist efni, það er búið að sækja útlitið í þeim til að mynda einu sinni, þannig að þeir virka snappi og góðir. Möguleikar á að nota widgets beint á heimaskjánum í símanum, en þessir möguleikar eru aukast varðandi vefina líka. Og Financial Times til að mynda með widget sem að gerir það að verkum að efni þeirra aðgengilegt offline. Það er betri aðgangur að viðmótunum í símanum sjálfum sem ekki alltaf í boði í HTML5 sem svona aðal forritunamáli sem notað til þess að búa til lausnirnar fyrir vef og það eru dæmi svona eins og raddskipanir og skilaboðakerfi sem kannski auðveldara að nýta sér í appum og það er búið að setja upp nokkuð þægilegt módel til þess að selja app eins og leiki eða aðganga appi. Rétt íslenskar snjallsímalausnir. Það hefur orðið eiginlega algjör sprengja í þeim núna síðustu mánuði, eða kannski frá því síðasta sumar. Og ég tók saman smá statistík yfir app sem í boði í Google Play búðinni. Og mér fannst það mjög áhugaverðar. Ég skoðaði 37 app og þar af eru 95% þeirra með 5.000 notendur eða færri, sem ekkert sérstaklega stór markhópur ef við spáum í það þannig. Það voru bara 2 app af þessu með fleiri en 10.000 notendur og það var Já, appið, uppfletningin á símanúmerum og íslenska orðabókin. Þegar við erum að meta appin okkar þá þurfum við að huga vel að mælingum. Það auðvitað ekki nóg að horfa bara á tölur yfir það hversu oft app hefur verið sótt. Heldur þurfa að mæla aðgerðirnar sem að notendurnir að framkvæma inn í appunum, endurtekna notkun, tíðni og tímalengd. Og á þessu súluriti hérna að stöplariti má sjá að notkunin mjög tíð, oft fyrst eftir að notendur sækja appinn og svo eru þeir sem eru hvað trygglendastir, notkunin mikil hjá þeim líka. Það eru nýjir notendur og langtíma notendur helst sem að nota appinn mest. Þessi mynd á að reyna að útskýra kannski hvernig verkefni henta vel fyrir apps. Það eru helst verkefni sem eru tiltölulega einfaldar aðgerðir og við framkvæmum oft. Og fyrirtæki þurfa að spyrja sig að því hvort það sé réttlætanlegt að framleiða app fyrir notendur sem nota kannski einu svona ári. Og notendur spyrja sig að sama skapi, á ég að vera vista hjá mér app sem að ég nota svona sjaldan. Þannig að við erum að horfa á aðgerðir sem eru einfaldar og tíðar.
nokkur dæmi bara það hvað TN Software hefur að gera. Fyrir árið síðan þá hjálpuðum við Íslandsbanka að koma þeirra mobile vef í loftið og hann var síðan nýttur í rauninni, viðmótsforriturinn var í rauninni nýtt inn í heimabankan hjá þeim og svo ég að búa til hybrid app sem núna í boði fyrir viðskiptavinni Íslandsbanka. Áramótin þá aðstöðum Icelandair við að setja Icelandair mobile vefinn í loftið og við erum í mikilli vinnu með þeim áfram með því að auka þjónustuna sem í boði þarna. Við byrjuðum á að fókusa á aðgerðir sem eru einkum fyrir notendur á ferðinni og settum fyrst í lofti netinnritunina sem sýnir hérna flæðið. Og hérna spá bara það að innan 5 ára þá gert ráð fyrir að mobile muni vera megin aðgerðir fyrir fólk á ferðinni eða ferðamenn muni að megninu til vera framkvæmdar í gegnum mobile. Vínbúðin vefur sem við settum í lofti líka nýlega og hér app í vinnslu líka til þess að geyma alls konar upplýsingar sem að kannski henta notendanum best. Og fyrir reiknistofu bankana þá fórum við þá leið að gera svona skalanlegan vef sem að hentar vel bæði á desktop og á spjaldtölvum. Og þannig að það ýmislegt í gangi. Og samantektin mín í rauninni bara svo að fyrirtæki þurfa að tryggja það að veflausnirnar þeirra séu aðgengilegar og notendavænar í farsímum, jafnt sem öðrum tækjum með þetta. Og forritin þau eru góð til að leysa tiltekin verkefni sem eru einföld í framkvæmd og tíð.